Hörðu, bara frábært að fá þig heimsókn. Takk fyrir það, Sölmin. Við ákváðum að gera hennar þátt svona meðal annars út af því að það er framöndan ráðstefna. Já. Og við ætlum að tala um það eftir. En mér langaði ekki svolítið að byrja á, því að ráðstefnan er það ekki HAMP? Jú. Og þá væntanlega líka cannabis og CBD og allt það sem kemur út frá HAMPi. Já. En mér langaði ekki svolítið að byrja á bara, þú veist, á hverju... Ég meina, þú hefur verið að selja CBD-vörur. Á hverju færð þú að fá svona mikinn áhuga á þessu? Hvaðan kemur? Já, þú veist, þetta byrjar rauninni bara út frá því að ég á svona langveika stúlku sem að, er með, erfiðasta og flóknasta taugasjúkdóm sem að til er. Og þegar maður á börn, en svo kemst það Sölvin þá gerir maður allt fyrir börnin sín og ég sem sagt er búin að vera síðan hún bara greindist með hana sjúkdóm fyrir næstu 18 árum er ég bara búin að vera að reyna að finna einhverja meðferð fyrir hana bara frá byrjun og til þess þá þarf maður að lesa sig til og ég er búin að vera að lesa alls konar rannsóknir sem verið að gera og bara alls konar bara lyf, fæðubótarefni, þú veist, jurtir og alls konar, bara maður leitar að leiðum. Og 2012 held ég frekar eitthvað í kringu það, þá fer ég að sjá þetta CBD og ég vissi ekkert cannabis eða HAMP, skilur. Ég vissi bara ekki, þetta hafði bara ekkert verið í mínu lífi fram að þeim tíma. En ég fer að sjá þetta í svona birtum greinum inn á PubMed og aðalega í sambandi við flogaveiki og að þetta væri svona að hjálpa til við erfiðri flogaveiki. Og stelpan mér var einmitt byrjað að fá flogakast á þessum tíma og hún byrjaði að fá kostin svona þegar hún var 6-7 ára og svo fóru þau bara ágerast og verða verri og verri og svona flóðaköstu hafa rosalega slæm, þetta er versta tegund af flóðaköstum sem heita Grand Mal og þau hafa rosalega slæm áhrif á sem sagt líkamann. Væntanlega gríðarlegt álag. Rosalegt álag og setti hana alltaf aftur á bak í þroska til dæmis og þú veist, fyrir utan, þú veist, önnur köst sem hún er með út á sjúkdómnum sínum sem eru lömunar og krampaköst að þannig að og við, þetta var rosalega mikil ígrip þegar hún færi sér köst og maður þarf að, þú veist, gefa henni lyf og koma henni á spítala eins hratt og hægt er og koma henni út úr flóðakastinu því að þegar þú ert búin að vera í flóðakasti meira en 20 mínútur þá byrjar heilin að hitta hann svo mikið að hann getur brunnið og þá ertu farin að eyðileggja eitthvað í heilanum. Þannig að þú verður að koma fólki úr flóðakastinu áður en að, þú veist, þessar 20 mínútur þannig að þú verður að gera þetta rosalega hratt. En sem sagt, ég fer að taka þetta þessu CBD á þessum tíma og alltaf meira og meira þetta og síðan voru klíniskar rannsóknir gerðar á CBD á börnum sem voru með Dravet syndrom sem er svona eiginlega versta tegund af flógaveikissjúkdómi og það bara kom rosalega vel út svo rannsókn og árið 2017 þá fer ég svona út til Bandaríkjanna á svona sinni mínum og við förum bara mælum okkur móti eitt stærsta fyrirtæki í Bandaríkjunum sem býr til CBD og fórum bara inn í þeirra sem sagt framleiðslu bara inn í rannsóknarstofuna þeirra og fengum bara skoða bara allt saman og þetta leit ótrúlega vel út. Tökum með okkur flöskur heim og byrjum að gefa henni og saman tíma byrja ég að taka þetta inn sjálfur af því ég var sjálfur búin að þróa með mér taugasjúkdóm og sem eru svona svimi og sjóntruflanir. Út frá álagi bara? Já, ég held að þú veist, þetta er svona undirliggjandi sjúkdómur hefði kannski aldrei komið upp eða hefði ekki verið þetta álag og ég þurfti að hætta í vinnu út af þessu og búin að vera flugumferðarstjóri í 27 ár þurfti að hætta því og fara að gera eitthvað allt annað og ég byrja að taka þetta inn og hún byrja að taka þetta inn sama tíma og svo bara fyrir við að sjá
flottar breytingar á henni. Bara svona jákvæða breytingar, hún svona minna í einhverfunni sinni, farin að horfa í kringu sig og hættir að fá flóðaköst. Þau hættu bara? Þau hættu bara og þau ekki COVID síðan. 7 ára seinna, sko. Hvernig virkar, sko, CBD-olían? Ég meina, virkar hún þannig að það tekur hana tíma að fara inn í kerfið, þú veist, þurftir að vera með henni meðferð í ákveðin tíma áður en þú fórst að sjá? Sko, hún virkar bara strax. Hún byrjar bara strax að virka. En þegar þú ert með kannski svona erfiðan sjúkdóm, þá getur það tekið lengri tíma, kannski jafnvel einhverja vikur, til þess að koma full virkni á hana. En við sáum alveg breytingar fljótlega, sko. Þú veist, þú finnur yfirleitt bara á fyrsta degi, finnur fyrir breytingu á svefni. Af því að CBD lengir djúpsvefni. Þannig að þú kannski vaknar aðeins hressari á morgunin. Eru þið að fara þarna út á tíma þar sem að, sko, því núna finnst manni það er kannski ákveðin hópur af þjóðfélaginu sem veit ekki neitt hvað CBD Já. Svo er annar hópur sem að tengir ennþá CBD við þá bara cannabis og þar alveg kannski þá bara við fíkniefni, en svo er alveg mjög mikið af fólki núna sem einmitt bara annarkvort að taka CBD eða bara lítur á þetta sem bara, hvað ég að segja, bara næstu því eins og verður að kaupa kókosolíu, sko. Já. En þegar þú ert að fara út, var þetta þá ennþá einhvern veginn svona svartamarkarsbrask bara á? Það var bara engin. Það vissi engin þetta hérna á Íslandi, það var þetta var bara eiturlyf, sko. Eða þú veist, fólk leita á það þannig. Og ég man það alveg þegar ég var að segja frá þessu, sko, þarna 2018 líklega byrjaði ég eitthvað að tala þetta bara á Facebook, sko. Það var bara ekki einn það posta, það var bara ekki, það var enginn sem hafði áhuga, sko. En svo náttúrulega bara, veist, þetta er náttúrulega, þessi planta er búin að vera með manninum bara forever, sko. Og þegar hún var notuð náttúrulega rosalega mikið í lækningaskyni og þangað til hún er bara svo bönnuð 1930 eða eitthvað svo leiðis og Íslandi 1969. Þannig að, þú veist, fólk bara, þessi kynslóðir sem bara þekkja hann ekki, eðlilega. En ég sem byrjaði svo að flytja inn sjálfur 2018 og lenti þá í alls konar útistöðum við íslenska stofnarir sem voru ekki hrifnar af þessu. En þá og ennþá, þá allavega var ekkert í löguna sem bannaði CBD. Það var bara bannað THC. Sem er í raun og veru sá hluti af kannabisunu sem er gefur í vímuna. Já, og við förum svona aðeins kannski bara í, þú veist, kannabis inniheldur 130 kannabinóða og CBD er bara einn af þeim og svo erum við með, þú veist, alla hérna 130 og einn af þeim er THC. Og það er þeir sem hafa kannski rannsakað þessar plöntu mest eru Ísraelar. Þeir eru búin að vera rannsakana í 20 ára og vita töluvert mikið meira heldur en aðra þjóður þessa plöntu. Einmitt. Það er þessi spurning með þegar maður fer að tala plöntur, sko. Svo nú búin að tala umræðum sko sveppi og svona, þá hugsa maður, þú veist, á einhvern hátt held ég að þessi innbyggt í þessar plöntur. Þetta hljóma kannski förðulega að segja, svona einhvers konar greind innan Já, akkurat. Sem sko, ef þú myndir innbyrða þetta í algjörlega sínu náttúrulega ástandi og jafnvel úti í náttúrunni, þá held ég getur ekki orðið þér að voða eða neitt slæmt getur gerst, en síðan er kannski einhver byrjaður að rækta kannabis og hann byrjar að rækta það með meira THC-magni og svo er kannski verið að taka þetta hérna niður í bæ ofan í áfengi og þú veist, sama með sveppina og fleira. Og og þá koma einhverja slæmasögur og svo er þetta allt sett undir sama hatt einhvern veginn. Akkurat. Og manni finnst, en þú veist, þetta er ennþá þannig að því nú er alveg þó nokkur íslensk fyrirtæki beinlínis að gera svo út fyrir að vera að selja CBD. En í raun og veru innan gæsalappa má þetta bara vera húðvar ennþá. Sem við vitum samt alveg öll að þú veist, þetta er selt í þeir sem kynna sér þetta eitthvað aðeins vita að þetta er í rauninni fæðubótavara. Sem að út af skrýtnum reglugerðum á Íslandi má bara selja sem húðvöru. En það vita það allir sem vilja vita það. En það er líka að gera það verkum að þessi fyrirtæki sem er að selja þetta, þau megi ekki prómótera vöruna sem fæðubótavöru og megi ekkert segja hana, sem þýðir að
það erfitt að fræða almenning þú veist, það hvað þessi vara gerir. Einmitt. Og það rosa erfitt að, þú veist, selja mjólk ef þú mátt ekki segja hvað mjólkin gerir fyrir þig, sko. Það var einmitt það sem að þegar ég kom síðast til Amsterdam, það sem þetta náttúrulega búið að vera löglegt í mjög langan tíma, þá hafði ég ekki neina reynslu af því sjálfur að vera að nota kannabis, sko. Nei. En svo eftir á, sko, þegar ég fór að prófa aðeins kannabis, sem mitt fyrst og fremst kannski til þess að hjálpa svefnunum og eitthvað svona, og mestmegnis CBD, en stundum smá THC líka. Þá hugsaði ég mitt fyrir eitthvað fullorðin einstakling sem tekur ábyrgð á sínu lífi eins og ég, þá er rosa gott að geta labbað út í búð og sagt bara, ég ekki að leita að einhverju THC og styrum í það. Akkurat. Ég bara að leita að einhverju sem slakar aðeins á taugakerfinu mínu, ég búin að vera í rosa streitu, með vantar hann á djúpsvefni, og þá sértu bara með, heyrðu verið með þessa típu og þessa típu og þessa típu, miðað við að þurfa að vera að hitta einhvern gæja á einhverju bílaplani sem veit ég ekkert hvað hann er að selja. Nákvæmlega. En þannig þetta náttúrulega það sem að þetta rétt gert og rétt löglegt, þá eru bara svona sérstaka klínikur sem þú ferð inn í sem að þú ert, sem sagt, þú ferð til læknis og segir, þú veist, ég með eitthvað vandamál, hvort sem það svefnvandamál eða bólguvandamál eða þú ert með flogveiki eða hvað sem það er, og læknin ávísar segir, ok, þú færð bara eins og færð lyf, þá færðu réttin til þess að kaupa lyfjahamp, svo færðu bara í klinikuna, það sem eru sérfræðingar, og þar það ráðleggja þeir þér, þú veist, hvað átt að vera að kaupa, þú veist, ertu að fara að kaupa CBD með engu THC, ertu að fara að kaupa, þú veist, einhverja vöru sem er með 0,5% THC, ertu að taka, þú veist, það er alls konar, sko. Það er 1%, 2%, 3%, 4%, þú veist, þetta er bara eins og með lyf, það er bara styrkleikar. Og þetta er, sko, plantan er þannig að, þú veist, þú getur alveg nota nánast hvaða góðu CBD-olíu sem og hún mun alltaf hjálpa þér, en ef að þú ert að reyna að fókusa á eitthvað vandamál, þá er alveg hægt að búa til eða sem sagt að láta þig hafa þá vöru sem henta þér sérstaklega, alveg eins og bara með lyf. Langar að koma betur inn á bæði ráðstefnuna og þessa hugsanlegu lögleiðingu núna eftir, en langar fyrst að spyrja þig, sko, það að fara frá því að vera flugumferðarstjóri yfir í mitt, þú veist að þú ert búin að vera að selja fæðubótaefni og svo líka CBD og veist, upplifur bara að þetta hafa haft þannig áhrif á dóttuðina að þetta er orðið svona baráttumál fyrir þig. Já. Sko, fyrst náttúrulega þegar maður sér þessar breytingar, þá bara maður svo gáttaður á því að enginn hafi bent manni á þetta áður, fyrsta lagi náttúrulega. Og svo þegar maður byrjar að tala þetta, þó svo að enginn læki við póstarliðina 2018, þá samt fólk sem hringir í því og hefur samband við persónulega, og það bara mörg hundru manns sem ég hef hjálpað í gennum tíðina til þess að sem að kljást við alls konar vandamál, hvort sem það eru taugaverkir eða flóaveiki eða þú veist, kvíði, þunglindi, þú veist, það bara neymit. Það svo margt sem þessi planta getur hjálpaði með. Þannig að hvað eru svona, því man að ég held að hafa verið fyrsta skipti sem við áttu samskipti, þá hafa voru út af mömmu minni, sem Parkinson, og þá mitt held ég að þú hafið, sko, hvort þú hafið sambandið með fyrirbræð og bentið mér á að þetta getur verið eitthvað sem getur verið gott fyrir hennar. Sko. Já, ég held ég að verið að lesa eða hlusta á viðtal við og það náttúrulega mikið af Parkinson sjúklingur sem ég hef verið í sambandi við í gennum tíðina og þeir hafa sumir alveg sem sagt dokumentað bara breytingun á sér og það alltaf einhver lífsgæða breyting sem á sér stað ef þú notar góða vöru og sem við tókum eftir með hana var að sko, og talandi lögleiðingu, að því þú ert alls ekki að leita að því þú ert með kannski einhvern sem komin yfir 70 og með Parkinson sko by definition lágt dópamín sem þýðir að það vantar kannski svolítið drifkraft, það pínuð það sem getur gerst ef þú tekur mikið kannabis sko, að þú verður svona hálfgerður stóner, en einmitt ef þetta væri löglegt og það sem við sáum strax með mömmu mína var
CBD-olían gerir henni alveg gott og hún finnur það, en ef það var smá THC líka, þá fann hún hvernig það kom ennþá meiri slaki í líkamann og það fór að minnka ennþá meiri skjálftin og þá það einmitt, skilur að hún geti farið bara einhvers staðar þar sem væru sérfræðingar og verður bara, það er rétt að blanda fyrir þig klárlega þetta, það verður gott fyrir að taka þetta 5 daga í viku, sleppa 2, eitthvað svona skilur, þannig að þetta sé ekki bara eitthvað haglabyssu aðferð og þú ert einhvern veginn að reyna með það rétt, sko. Og þannig var það náttúrulega eins og þegar við erum að byrja, þá náttúrulega, þú veist, ég veit í rauninni ekkert þessa vöru, þannig að við byrjum rosa rólega, bara með, þú veist, nokkrum 10 milligram á dag og svo bara hækkum við skammtið þangað til við komumst á þann stað að við sáum að, þú veist, þetta var skammturinn hennar og svo erum bara ennþá á þeim skammti í dag af því að þú þarft ekkert svo að hækka en hérna þú veist eins og með Parkinson það gott fyrir Parkinson að hafa THC því að það það til dæmis sem að slakar á taugakerfinu betur heldur en og með CBD-inu og öllum hinum kannabinoðunum sko og það nú hérna frægt myndband sem á YouTube af, ég held að sé fyrrverandi lögreglumaður í Bretlandi sem að sem sagt bara hristist alveg rosalega mikið svona eins og fólki ímynda sér hérna svona típiskan Parkinson sjúkling og hann tekur svo, hann reykir svo fær sér eina, 2 smóka og svo 20 mínútur seinna þá hann bara steady hann bara hristi ekki neitt og þetta bara uppgötaði hann og þú veist fyrrverandi lögreglumaður og sem var að þú veist taka fólk fast fyrir að vera með plöntuna sko hann var þarna orðin náttúrulega bara aktivisti sko Nákvæmlega og ég hef að því maður með þetta æfa sig að vera bara transparent hérna og vera ekki að þú veist að því mér alveg sama hvernig lögin ég hef tekið þetta fyrir sjálfa mig og ég hef verið að útöða þetta fyrir mömmu mína og þá hefur mitt verið svona þetta þú veist að 3 á móti 1 þar sem þú veist meira CBD en smá THC og það hefur verið að gefa mjög góða raun en svo mitt var það eitthvað ekki til þá þurfti ég bara að fara að heyri einhverjum og fekk allt í einhverja olíu sem var bara allt öðru í og það bara allt önnur áhrif fór miklu meiri í hausinn á henni og þá hugsa maður einmitt þú veist hver skaðinn við að löglega þetta þú veist að því nú vitum við og það kannski þessi klassísk klísja að bera þetta saman áfengi en ég meina við erum með efni sem löglegt og það svo augljóst að þú ert ekki bara að skaða sjálfaði með því, heldur þetta sko mjög mikið af heimilisofbeldi tengist áfengi á Íslandi, mjög mikið af ofbeldisglæpum á Íslandi tengist áfengi og þú veist, þú þurfum við náttúrulega ekki að tala um þessi örvandi efni eins og kókaín og amfetamín, þau eru klárlega þar líka og meðan efni eins og kannabis, það sem neikvætt við kannabis og ég hef alveg fundið það sjálfur, það svona að þú getur, ef maður tekur það of mikið, þá bæði getur þú farið í svolítið paranoju og svo getur einhvern veginn orðið pínu svona stóner sko. En það aftur, að þú fullorðin einstaklingur það svo margt sem þú mátt skaða sjálfaði með sko. Þú ert allavega ekki að skaða neinn annan sko. Akkurat. En sko, þú náttúrulega ef að brennivín kæmi á markað í dag þá það aldrei löglegt því að þetta náttúrulega bara eitt af mest skaðlegasta efni sem til á markanum og löglegt. Já, ég hef sagt þessa sögu held ég áður hérna í þessu podcasti og þegar ég var búinn að vera að labba Jakobsveginn út í náttúrunni símalaus í 2 vikur lendi á Keflavíkurflugvelli rétt fyrir miðnætti á föstudags- og laugardagskvöldi svona innst tengdur eins og hægt að vera búinn að vera bara út í náttúrunni í 2 vikur engin sími, eitthvað labbandi berfættur og labbandi 30 km á dag lendi vinur minn sæki mig við erum svangir, förunur á Mandi og Ingólfstorgi allt í einu horfið bara í kringum mig og fyrsta hugsunin sem kemur býtu ok ef þetta slefandi fullorðna fólk sem að horfa hérna á í kringum mig sko, bara, þú veist, fólk yfir 40 og yfir 50 liggjandi, mígandi í götunni og eitthvað ef það væri eitthvað nýtt efni sem hefði komið á markað í dag og Reykjavík myndi líta svona út það væru sko allar fyrirsagnir í öllum fjölmiðlum næstu vikuna væru bara þetta efni. Já, akkurat. Þetta væri banna bara. Þetta bara svona, við erum bara dett í það. Já, akkurat. Þetta náttúrulega bara það sem við venjumst og þú veist það sem við ölumst upp við en það að sama eins og með kannabis þú veist, þú ert alin upp við það að þetta sé eitthvað slæmt. Þetta bara kennt í skólum
það er bara kett í skólu, þetta er slæmt þetta er í sama flokki bara á krakk sko. Og maður tekur þetta eftir í þegar maður kynnist Bandaríkjamönnum sko, meira þess að áður en það var lögulegt þar sérstaklega frá Kaliforníu og öðrum stöðum það er jafnvel meira normal fyrir þau að fá sér smók af marihuana áður en þau byrja að prófa áfengi sko. Já, algjörlega og manni fannst þetta alltaf svo skrítið bara, wow, þau farið bara beint í örðuefnin sko. Þetta er nefnilega mjúku efnin það er nefnilega málið, þetta er mjúku efnin en svo er það þetta sko að fólk heldur alltaf að ef þú reykir kannabis þá verður stóner en það er bara ekki þannig þú þarft ekki að reykja heila jónu, þú getur bara fengið reitt smók og þá slakar bara kerfinu og þú finnur ekkert á þér þannig þú bara slakur og þú þarft ekki að gera þetta ekki að klára alla flöskuna sko það hár rétt og ég hef fundið hjá mér sko ég það einstaklingur að eðlisfari ég hef eiginlega bara gott að því að fá smá stóner í mig veist, en vandamál hjá mér var sko þegar ég var farin að nota kannabis svona pínu sem hækju þá ítti það svolítið undir kvíða á mér sko og það var eiginlega ástæðan fyrir því að þetta er ekki, þú veist, nú verð ég að bakka aðeins skilur en hafandi sagt það að þá, ef maður notar þetta rétt og í réttu magni og veit hvaðan maður er að fá þetta og passa sig kannski að taka smá hvíldin á milli þá bara hef ég ekkert nema gott þetta að segja sko. En sko það sem að hamfélagið er að spá með þessari ráðstöfnu er í fyrsta lagi bara að gera þetta þannig að fólk með vandamál með heilsufarsvandamál geti haft aðgang að þessari plöntu að þetta sé bara, þú veist, við erum ekki að segja að banna lyf eða þú veist að banna eitthvað annað í staðinn en bara segja þetta er valkostur og fólk á að hafa hennan valkost það er búið að sýna fram á það með rannsóknum þú veist bara klínisku rannsóknum jafnframt og bara í gegnum tíðina að þessi planta getur hjálpað með svo ótrúlega marga sjúkdóma og ekki fyrir utan að hún getur náttúrulega verkastilt fólk jafnvel og ópíóðar sem að drepa fólk það hefur engin nokkuð tíman dáið af ofneyslu á kannabis það er ekki hægt en það eru 300 manns á hverjum einasta degi að deyja af ofneyslu ópíóða í Bandaríkjunum á hverjum einasta degi það var fyrir nokkrum árum hugsanlega meira í dag ef það væri flugvélaslys ég ætlaði að segja einu sinni á dag skilurðu? Ég ætlaði að segja á hverjum einasta degi heldur að það var ekki búið að taka þessar flugvélategundur og grándana það tekur 10 til 15 daga að ná í álíka fjölda og dó 11. september já var það ekki 4.000 manns eitthvað svoleiðis? Ég man ekki nákvæmlega ég held að, já það er ekkert verið að eflaust á Íslandi ég meina Sigmar Guðmund sem var í Kastljósinu og nú þingmaður Viðreisnar, hann var að benda á þetta bara núna í vikunni að þú veist, við fáum ekkert þegar það eru bílslys, skilur þá fáum við að vita að það var banaslys og Suðurlandsvegi en þegar það er einhver unglingur að deyja úr ofneyslu ópíóða þú veist, við sjáum kannski einhverja minningagrein og við getum reynt að lesa á milli línana en við vitum ekkert, ég meina bara nú erum við í október eru 15 manns búin að deyja úr ofneyslu ópíóða í Íslandi á þessu ári, eru 20, 30, 40 örugglega nálægt 100 gæti verið sko og það er ekkert verið að ræða þetta og þetta er bara alltaf lægi það er bara sama eins og með og af hverju er ekki heilbrigðiskerfið af hverju eru þeir ekki að biðja þessa breytingu af hverju eru þeir ekki að biðja einhvern annan valkost til meðferðar fyrir sjúklinga ég skil það ekki ekki pínu þar, þú veist, þetta náttúrulega hljómar alltaf svona smá samsæriskenningalegt, en ekki samt bara, þú veist, það eru svo ofboðslegi peningar í lífi, ég meina, maður hefur hort á þess að þáttaseríur, Dopesick og hvernig Oxycontin var að koma inn og maður, þú veist, þetta er ekkert einhver smá öfl á bakvið þetta. Já, en að sama skapi erum við líka bara mannleg, sko. Og öll eigum við einhverja ættingja sem er að kljást við einhver veikindi og viljum við ekki hjálpa þeim. Nákvæmlega. Viljum við bara láta þau fá Oxycontin og dópa þau upp? Eða viljum við hjálpa þeim þannig að þau geti farið að virka aftur sem svona bara sem eins vel eins og þau geta í samfélaginu, sko. Einmitt.
ekki fyrsta skrefi, sko, þegar við erum að tala um þessar aðstöfna, einmitt byrja að ná þessu nógu mikið inn í umræðuna til að fyrsta skrefi sé allavega að segja, heyrðu, ok, fyrst erum við hérna með CBD. Það bara alveg skaðlaust fyrir alla. Já, það er bara hver sem no-brainer. Það getur hver sem að taka stauta af CBD og þú getur sagt, ok, þetta er svolítið dýrt hobby, því þetta er ekki ódýrasta varan, en þetta er ekki að fara að skaða á neitt nátt, sko. En leifir CBD sem fæðubótarefni, þá ertu að lækka verðið það í. Já, það svoleiðis? Já, af því að það er 24% virðisaukaskatti í dag, en færi niður í 11%. Þá ertu strax að lækka verðið á vörunni. Og leið og hún er orðin þannig að þú getur sagt hvað hún er, þá ferð að selja hann í meira magni sem þýðir að þú getur fengið vöruna ódýrara og það mun alltaf lækka bara verðið. Í staðan fyrir í dag er þetta svo erfitt að þessi fyrirtæki sem eru að selja þetta í dag þurfa að hafa verðið svona hátt af því að þeir selja ekki við nógu mikið. Og þeir fá þá lélegri verð þegar byrgjum, sko. Hvað væri ef maður byrjar að taka þetta bara, þú veist, ef við tökum þessu umræðu, hver eru fyrstu skrefin í, þú veist, bara ég meina, svo bara ef ég ætti að biðja bara með lögleiðingu. Ef ég gef mér að það sé svona markmið hjá þeim sem að berjast í þessu Íslandi. Já. Hvað er það besta og jákvæðasta við ef þetta yrði löglegt? Og værið þá tala bara að allt kannabis yrði löglegt? Sko, auðvitað væri það náttúrulega best að við færum bara eins og þá leið sem að þú veist, Malta, Þýskaland hafa gert það sem er löglega bara allt, en þetta er allt regulata, þetta er allt undir ákveðnum hatti, þannig að þú veist, það er ekki þannig að bara hver sem setur upp einhverja sjoppu og byrjar að selja kannabis. Þú þarft að vera með tilskilin leyfi og þú þarft að vera með ákveðna menntun og annað slíkt og þú veist, kosturinn væri bara sá fólk hefur þá valkost við að kljást við sína kvilla og þá ertu og sko skaðlausan valkost í staðin fyrir að poppa pillur sem er alltaf að fara að hafa einhver önnur áhrif á því, veist, það er nánast ekkert lyf sem hefur ekki einhver aukaverkanir. Þannig að þá ertu í óbalans alltaf með taugakerfið þitt. Þannig að þarna ertu komið með einhvern valkost sem allavega er þá skaðlaus og það er hægt að nota hann við svo ótrúlega mörgum kvillum að veist, það er algjör það er erfitt að telja upp alla jákvæða kostina sko við það og ég sé engan í rauninni neikvæðan kost við það af því að þú ert í rauninni bara að koma þarna inn með nýjan valkost á móti þeim sem eru í dag. En hvað með ef einhver myndi segja þú veist, auki aðgengi að þessu myndi þýða meiri neyslu kannski hjá unglingum? Það hefur bara akkurat sýnt öfugt, sko. Neyslan hefur yfirleitt minnkað í þeim löndum sem hafa löglegt. En á móti, sko, við erum í rauninni ekki að tala þetta svona sem recreational. Þú færi vantarlega ekki til læknis og sagði, heyrði, mér langar bara að chilla helgina, getur ekki skrifað upp á smá kannabis fyrir mig. Þannig að þú þarft að vera með einhvern undirliggjandi vandamál. Í Bandaríkjunum það reyndar þannig að fólk sem kannski með kvíða og erfiðan kvíða og þau fá ávisa kannabis. Þannig að það er kannski ekkert mikið meira heldur en það. Nei, maður sumstaðar sé þetta svona, ef ég man rétt, þá var það þannig að sko síðast þegar ég var í Los Angeles til dæmis að þá einhverjir sérstakir svona en að gæsalappa kannabislæknar og þú þarft að byrja á að fara inn á eitthvað klinik og þeir þurfa að skrifa upp á að þú sért að sé eitthvað aðeins til svo megi kaupa en í raun og það samt næstu í formsatriði þetta er ekki eins og að labba þetta er ekki eins og að reyna að komast inn í heilbrigðiskerfið eða eitthvað þannig sko þú veist, það eru nokkra leiðir að þessu. Við ættum náttúrulega bara að velja þá leið sem er best fyrir okkur. Sem, við erum lítið land og það eru fáir og við þurfum að finna einhverja leið sem þetta virkar. Þannig að fólk þurfi ekki líka að leita langa leiðir og býrða á Egilsstöðum og þurfi ekki að koma til Reykjavík til þess að hitta einhvern og geta nálgast vöruna, sko. Hvaða svona viðbrögð færð úr kerfinu einmitt þegar að þú kannski segir söguna dóttuðinni? Já. Og segir bara, hér er ég, svona no-nonsense maður. Hér er ég með dóttur mín, þetta er staðan á henni og hér erum við með CBD. Þetta er búið að gera þetta fyrir hana. Og sérstaklega kannski þegar að CBD var ólöglegt.
maður hugsa stundum þetta blessaða kerfi, þú veist, þetta verður eins og klísja að tala kerfið, en maður stundum horfum maður á það og mann líður eins og bara við erum mögulega öll sammálum að kerfið sé í ruglunu, en samt einhvern veginn eins og enginn getur breytt í. Þetta eins og eitthvað svona tregðulögmál. Já, það bara orðið alltaf flókið. Heilbrigðiskerfið alltaf flókið. Já, maður hugsa stundum, þú veist, ég hef stundum hugsað jafn mikið og ég á móti því að öllum þessum nefndum og stýrihópum og þá stundum þess að væri hægt að inn í ákveðnu lykilstofnunum væri common sense nefndin sem væri bara, þú veist, eins og með mig og kærustunum minna núna, væri bara common sense nefndin í útlendingastofnun sem myndi spara stofnuninni rosa mikið með því að það væri bara, þetta er auðvitað bara, stimpill, fariði, allt í lagi hjá ykkur. Skilur, og þá væri bara eins og fyrir einhvern eins og þig og þið fáið bara stimpil, getið gert eins og viljið bara, ef að lögreglan ætlar eitthvað að bögga ykkur, hér er bara bréf. Akkurat. Málið döitt þurfið ekki að vera eiga meira við kerfið. En sko, kerfið, þegar við byrjum að nota þessa vöru og við bæði ég og dóttir minn finnum strax bara jákvæð áhrif af henni og hjálpa mér gríðarlega mikið og ég það líður ekki dagur sem ég teki CBD. Hvað finnur helst? Ég finn bara meiri orku, ég finn ég er með minni svona svima og líka svimin veldur því að ég verð óskýr í kollinum sko, sérstaklega að það fyrir að líða daginn og ef ég tek CBD svona 15 mínútur seinna þá finn ég bara hvernig ég er orðin aðeins skýrari sko og það þannig hjálpar þetta mér og líka bara með orku yfir daginn. En fyrir hana náttúrulega erum við að sjá, þú veist, hún bara þroskin, jókst bara gríðarlega eftir svona, við fórum að sjá það bara svona gradually og við héldum dagbók í 18 mánuði yfir hvernig þetta virkaði á hana. Og þú veist, fyrsta náttúrulega flóðakostin, bara farin, lyfjanótkun minnkaði 2/3 af því að við bara lækkuðum lyfjaskammtana hennar á móti. Nú nýlega búið að gera rannsókn í Bandaríkjunum Duke háskóla þar sem að börn með þennan sjúkdóm AHC voru bara þeim að gefið CBD og þetta var bara klínísk rannsókn og lífsgæðin jökust gríðarlega fyrir utan fækkun á flóðaköstum þá voru það færri AHC-köst sem eru þessi krampar og svo var þetta bara félagsfærnin jókst og þeim bara leið betur almennt. Þannig að lífsgæði, þú veist, jökust einhver 30% eitthvað sem ekkert lyf, öll þessi börnir á fullt af lyfjum, ekkert af þessum lyfjum hefur getað gert þetta. Sum börnir á 13 tegundum af lyfjum. Ég ætlaði að segja, maður jafn mikið og maður þarf alltaf að vera með hennar fyrirvara, ég er ekki að segja ég sé á móti lyfjum. Nei, þá bara ef þú segir með dóttur þín að bara það að losa sig við 2/3 lyfjunum. Ég meina það segir sér sjálft eins og þú sagðir á hana, öll lyf eru með aukaverkanir. Ef að, þetta er svolítið eins og stundum umræðan testósterón sem svona einmitt umræða sem væri kannski gaman fyrir mig ef ég myndi fá einhvern góðan til þess að tala það. Það er bara fyrir kallmenn yfir ákveðin aldur. Ég hef talað við lækna sem hafa sagt mér ef ég mætti að gefa testósterón replacement þá er ég kannski með gæja sem að taka kvíðalyf, hann að taka þunglyndislyf, hann að taka kannski 8-7 tegundra lyfjum. Ég að meta stöðuna þannig að ef við myndum ná testanum hans aðeins upp, þá geta hann losa sig við 4 eða 5 aðeins. Akkurat. Þá ertu bara að byrja, er ekki, kosturinn við að losna við 4-5 lyf er klárlega meiri en það neikvæða við að taka eitthvað pínu bústa testósterón. Og með testósterón, þetta er sama, skilur, allt er þetta spurningum, þú þarft ekki að vera að sprauta þig eins og með hesta testósterón, þú bara ert að bæta aðeins testósterón sem að með aldrinum lækkar hjá kallmönnum. Þannig að það er bara eðlilegt og bara gott og lengi líf og það er aftur kosturinn við bætir bara lífsgæði kallmanna ef þú bætir aðeins í testósteróni. Og þetta er kosturinn mitt við það sem verður þetta kalla en gæslega bara lögleiðingu. Að þá væri hægt að mitt að fyrstulega taka umræðuna. Því ég til dæmis ekki aðeins, ég hef alveg kynnt með vel til dæmis, þetta er svona smá út hérna þegar við erum að tala testósterón. Að það bara, einhver er að taka maður A er að taka stera og maður B er að taka stera. En maður A er að keppa í vaxtarækti eða einhverju dóti. Og hann er kannski að taka 10 sinnum meira en maður B og hann er líka að taka eitthvað estrogenblokkara og hann er líka að taka insulín og hann er bara, þú veist, meðan maður B er að taka eitthvað pínulítið testósterón replacement en út af því umræðan er ekki
komin á neitt flug, Já. þá þetta bara 2 menn að taka testosterón. Akkurat. En munurinn jafn mikill eins og gæi sem fær sér 1 glasa rauðvín á kvöldin eða gæi sem að drekka 1,5 lítra vodka. Já. Það bara ekki sami hluturinn, sko. Nei, þó báðir sér að drekka áfengi. Já, akkurat. Og þetta er náttúrulega sama með kannabis, sko. Við erum í þessari stöðu með kannabis, við erum ennþá stereotypan ennþá stónerinn sem að spila tölvuleiki og hefur aldrei gert neitt að vita í lífinu. Akkurat. En það er það sem við þurfum að breyta. Og til þess erum við að fá 16 sérfræðinga frá Bandaríkjunum og Evrópu sem að koma hérna og fræða okkur þessa plöntu, þessa ótrúlegu plöntu sem það er nánast ekkert sem hún getur ekki gert. Þú veist, við gerum föt úr kannabis, við smíðum hús úr kannabis, við getum gert plast, við getum gert reipi og segl og þú veist, það er nánast ekkert sem er ekki hægt að gera sem er aftur önnur umræða, úr kannabis, hvort það væri beinlínis hægt að taka þá umræða að það væri beinlínis mjög sniðugt fyrir Ísland að fara í mjög mikla hamparæktun. Já, algjörlega, engin spurning. Við erum með frábæri skilyrði til þess, sko. Algjörlega, bæði inni og úti. Og og þarna erum við að fá á þessar ráðstefnu alveg, þú veist, við erum til dæmis að fá hann prófessor sem að uppgötaði endokannabinot kerfið. Endokannabinot er okkar innra kannabiskerfi. Og kerfið í mannskepnunni sem... Já, og ekki bara í mannskepnunni, heldur í öllum spendýrum. Þá erum við með, ég veit ekki hvað er Íslandi, móttakar eða viðtakar, reseptorar. Já, móttakar. Við erum með innbyggðar reseptora eða móttakara fyrir þessum kannabinóðum sem eru í plöntunni. Já, og við framleiðum líka kannabinóða. Við bara framleiðum það sjálf. Og fyrsti Anandamæn held ég hann heiti, kannabinóða sem var uppgötaði fyrst sem við búum til bara. Sem að mannslíkaminn býr til. Og þessi prófessor er náttúrulega heimsþekktur og er orðinn aldraður og hann er að koma og heiðra okkur með því að koma og fræða okkur þetta og það ætti allir að fara og fylgjast með þessum sérfræðingur sem er að mæta þarna. Hann er bara einn af þeim, sko. Ég búin að skoða line-upið og þetta er virkilega flott line-up á fólki. Og fyrir alla sem hafa áhuga þá er þetta klárlega ráðstefna á alveg mjög háum mælikvarða. Hún vekur eiginlega meiri athygli erlendis heldur en á Íslandi, ég get sagt þér það. Þú veist, við erum að fá skilaboð bara síðast í gær frá Ástralíu, bara rosalega ráðstefna sem þið að halda þarna á Íslandi, þetta með langar svo að mæta. En síðan einmitt sko, því ég verið í samfélögum kannski svona mesta stereotypu samfélagið Jamaica. Jamaica er náttúrulega svolítið svona stereotypun að Jamaica er dálítið að það sé mikið verið að reykja gras og mín reynsla þegar ég var þar að hún er ekkert alveg laus við lofti og maður hugsaði með, þú veist, ok, ég er svo mikið að hugsa þetta þegar auðvitað spila veðrið rosa stóran þátt og allt þetta, þegar maður fer eitthvað nær miðbaug, hvernig fólk er miklu afslappara og það er að koma kannski úr skilurum þar sem í mörg 100 ár, mörg 1000 ár hafa verið ávextir á trjánum, þú nánast getur sofið úti, á meðan að ég vil meina að það er innbyggt í okkur Íslandinga, okkur flest, ef ég er ekki að gera eitthvað, þá er ég bara djöfur saumingi. Ef ég er ekki, þú veist. Og þetta er rosalega kostur og þetta er ein af ástæðanum fyrir að við höfum náð alveg fáránlegum árangri í íþróttum með hvað við erum að fá og hvað við skörum fram úr á mörgum svið. Við erum duglegt fólk. En gallin við þetta er að nú erum við með undirliggjandi tölur sem sko mínum að þetta er við ekkert nema bara mitt eigið innsæi. Bara hraðin í þessu samfélagi er svo mikill og efnishyggjan og þetta einmitt, bara við kunnum ekki að vera human beings, við kunnum rosa vel að vera human doing. Og þá hugsa mér einmitt að maður horfir á þessu efni, að efni eins og, sko nú er verið að með fullri virðingu, nú er ég greindur með ADHD og ég hef alveg prófað konserta og elvansi og þessi lyf og þau virka vel upp á ákveðnu marki þó ég hef alltaf þurft að taka bara barnaskammta, sko.
En nú verið að setja það rosa mikið í börnin okkar og líkana til þess að láta þau fungera af því þau verða nú að fitt inn í þetta dúerakerfi. Þetta eru örvandi efni, sko. Þetta er amfetamin. Og maður hugsa svona einhvern veginn, þú veist, ef ég kem inn í einhverja aðstæða sem fólk væri búið að fá sér, sko, ekki of mikið, en svona smá kannabis. Já. Það er þægilegt að koma inn í þessu aðstæður, það er allir rólegir, það er allir afslappaðir. Og meðan ef ég kem inn í einhverja aðstæðu þar sem allir eru búin að drekka vel áfengi og tala nú eða þeir eru búin að taka eitthvað í nefið. Ef ég er edrú, þá langar maður bara beint út, sko. Því þetta er mjög óþægileg návist frá fólki þegar það er undir áhrifin þessar efna. Og því leitu hugsa maður oft svona, þú veist, kannski hluta þessari tregðu hjá okkur við þessi efni, þú veist, eins og auðvitað er það í bara kerfinu í öllum löndum, en kannski ekki síst hjá okkur efni eins og til dæmis að mikrodósam sveppum og vera á CBD eða lágum skömmtum á kannabis. Þetta eru efni sem að vinna dálítið öfugt. Þau fá þau til þess að fara að taka til trjánum og loka slaka á. Það er að slaka á, já. Og þess vegna einmitt hefur sko kannabis verið notað mikið á dvalarheimilum aldraða erlendis. Og bæði í Ísrael og í Hollandi og þetta fær fólk bara til að slaka á og tala saman, koma saman, tala saman, þetta eykur félagsfærni hjá fólki og bara lífsgæði, fólk bara nýtur lífsins betur og það er ekki þar með sagt að fólk sé eitthvað í einhverju vímu, það er ekki þannig, það er bara afslappara og er kannski ekki að eins mikið að reyna að eignast engaþóttuna, sko. Nákvæmlega. En þegar þú segir þetta, þá á ég minningu ég fór til Jamaíka með mömmu minni. Já. Fljótlega eftir að hún var búin að greinast með Parkinson. Já. Og þar, sko, að því ég kynntist fólki þarna sem að, sko, stelpa sem ég kynntist þarna af hennar var, sko, búin að vera rækta kannabis upp í fjöllunum í bara áratugi. Já. Þannig að þetta er bara beint úr hlíðunum á Jamaíka og við eigum þetta kvöldi á mamma þar sem við splittum einni Jónu saman og þetta er bara einn besta minning sem ég á, við erum saman í hláturskasti og spjallandi og alveg geggjað, en þá er það einmitt þetta síðan svo stutt í, sko, að þú líki löndum eins og Tansaníu, ef maður myndi ætla að segja, heyrðu, mig langar í bara eitthvað, þú veist, taka einn smók eða eitthvað svona til að róa með aðeins, en þá er gæjarnir sem að selja þetta, þeir eru alltaf, já, viltu ekki þetta og þá er það eitthvað sterkara. Já, þá er það oft bara eitthvað kemísku viðbjóður, sko. Já, einmitt. Og þá hugsa maður með lögleiðingu, ef þetta væri komið inn í lyfjafyrirtækin, er þá ekki alltaf hættan á að endanum verði þetta kemískt, sko? Nei, það er akkurat sem við þurfum að passa að gerist ekki, sko. Og í þessum löndum þar sem þetta hefur verið löglegt, þá ertu, sko, þá er alls konar í boði. Þú getur fengið þetta í stílaformi, olíuformi, sem bara Jónu, sem pillu, sem hylki. Þannig að það er bara fyrir eftir hvernig þú vilt taka vöruna inn. Þannig að og ég veit ekki alveg nákvæmlega hlutfallið, en ég held að hlutfallið er örugglega ekkert svo stórt af þeir sem að velja reykja. Af því að fólk nú, þú veist, reykingar hafa nú minnkað töluvert mikið eins og á Íslandi og það er ekkert endilega þannig að fólk vilji þá bara byrja að reykja þó svo það sé í boði. Það bara kannski tekur það frekar eitt hylki. Svo er það líka bara ekki það að ég er svo sem ekki sérfræðingur í því, en er ekki, sko, líkaminn móttekur það öðruvísi ef þetta er eins og edible, þú veist, ef þetta er að fara í gegnum meltingakerfið. Já, þá þarf þetta að fara í gegnum meltingakerfið og þá náttúrulega nýtist ekki eins vel. Nei, þannig að þú veist, ef þú reykir þá fer þetta meira beint í höfuð á þér. Já, akkurat. Það er bara betri í rauninni inntaka ef þú reykir. En aftur, maður þetta hljómar oft með margar af þessum umræðum. Þá ég er svo oft verið að velta þessu fyrir mig með, sko, sérfræðingarna sem vita hvað er best fyrir okkur en þeir haldir prófa það sjálfur. Já, akkurat. Ég hugsaði þetta þegar ég var að fara í gegnum mína mestu vegferð á því að eftir ég fór í burnout að láta skrifa upp á eitthvað kvíð- og þunglyndislyf fyrir mig. Akkurat. Ég sagði, mundi þessi læknar skrifa svona upp á þessi lyf eða þeir hefðu tekið þau sjálfur? Já. Ég held klárlega ekki, sko. Nei. Þannig að þegar ég fór síðan að fá til mín fólk eftir að ég var búin að skrifa bók sem var í basli og þau voru á leiðinni til læknis, þá gat ég sagt, heyrðu, hann vil byrja að skrifa upp á þetta fyrir þig,
þetta líf verður líklega erfitt fyrir þig út af þessu og þessu. Já. Eftir 4 til 6 mánuði munið langa hætt á því, þá verður töff fyrir það að hætta á því. Já. Skilur allt í henni, ég komið með einhverja reynslu sem læknirinn hefur ekkert. Hann getur lesið þetta í einhverju bók, ég er búin að prófa að setja þetta í minn eigin líkama. Akkurat. Og þetta þegar við erum með spjall kannabis, ég tek allt öðru, ég er með allt öðru í þessu umræðu þetta við að því ég hef prófað þetta sjálfur. Já. Og ég myndi alveg fyrst fyrir allar að segja að það er alveg geta alveg verið neikvæða hliðar á þessu, maður getur alveg ofgert þetta eins og öllu. Allt annað, sko. En einmitt, miðað við annað, miðað við áfengi, miðað við alla lyfjanótkunnina, þá segi ég talandi aftur þetta sem voru ræðið með testosterónið. Já. Ef að manneskja sem er að glíma við kvilla geti tekið smá kannabisolíu, tala nú um hún tekur CBD, það er náttúrulega bara engin skaða því. Nei. En jafnvel þó að það væri smá THC-ar kannabisolíu, ef hún er að hætta á 1 eða 2 lyfjum með mikla aukaverkanir, þá er bara klárlega til mikils unnið, sko. Algjörlega. Og þú veist, þó svo sérst að taka kannski olíu sem er með háu stigi af THC, þá mun eftir svona 2 vikur, þá hættur að finna fyrir þessari vímu af því að líkaminn bara venst í. Og þá er þetta ekki að, þó að kæmi smá víma í byrjun, þá mun hún ekki vera að eilífu því að hún hættir bara þegar líkaminn er búin að venjast. Það tekur svona cirka 14 daga fyrir líkamann að venjast í. Þannig að þú gætir faktist séð bara eins og margir krabbmeinssjúklingar gera, þeir að taka CBD á daginn og svo taka þeir sterkari THC-olíu á nóttinni. Og þá finna þeir ekkert fyrir áhrifunum, vakna, þetta hjálpa þeir með svefnin og svo vakna þeir og eru svangir. Og það er það sem er vandamál hjá krabbmeinssjúklingum oft að þeir bara borða ekki. Þannig að þetta er klárlega eitthvað sem að hjálpar til við til dæmis krabbameins meðferð. Og enda er það eins og í Þýskalandi, vinkonum mér fekk brjóstakrabbamein og hún býr út í Þýskalandi og þá fór hún í krabbameinsmeðferð og samhliða þessari meðferð þá er henni gefið kannabis og hún fann það að það hjálpaði henni gríðarlega mikið. Fyrir utan það mitt, það er kannski ekki vandamál fyrir einhvern veginn svo mig, ég er það mikill svona rebel að eldfæri, en maður hugsa hversu eldra fólk, hversu með móðuna. Já. Ef hún væri að fá þau skilabóð frá lækni, þetta er gott fyrir þig, þú ert að taka þessa olíu þetta er gott fyrir þig, þá held ég að talandi um þessi placebo áhrif, sem við vitum, það er búið að rannsaka placebo alveg út í ákveðin kynslóð af fólki og jafnvel við öll, við lítum rosalega upp til lækna og við treystum læknum, þannig að bara ef að læknir segir þetta sé gott fyrir þig, þá jafnvel verður það ennþá betra fyrir þig. Akkurat. Því þá líður þér ekki eins og ég er að pukrast með eitthvað, þetta er ólöglegt, er þetta kannski bara vont fyrir mig? Er ég kannski bara í ruglum, skilur við? En leiðu að koma einhver svona smá stimpill frá einhverjum sem að þér finnst að geti hjálpað þér með heilsuna þína og einhver sem þú treystir, þá held ég að það eitt og sér geti haft mikil áhrif líka, sko. Algjörlega. En þú veist, ef þú bara horfa á þessa plöntu og sér hvað hún getur gert og þó að þú hugsir, nei, hún gerir ekkert fyrir mig, en þú fer svo að nota til dæmis CBD eða eitthvað annað, tengt þessari plöntu, einhverja vöru og þú finnur að hjálpa þér, þú getur ekki neitað lengur. Það er ekki hægt að neita því þegar þú finnur áhrifin, það er bara, já, ok, þetta virkar. Og þannig þú veist, það er alveg, þó maður á ekki að segja, hlaupið út og náðu ykkur í kannabis, en þú veist, þetta er bara svo, augljóst, ef þú bara gerir smá rannsókn, og fer aðeins að googla og skoðar bara hvað við hverju hjálpar þessi planta og í grunninn náttúrulega eru öll lyf voru bara plöntur. Þú veist, við notuðum bara plöntur í gamla daga, við vorum ekkert með pillur, það voru ekki fyrirtæki árið 1500 og eitthvað að gera eitthvað pillur fyrir því. Hárrétt. Það voru bara plöntur sem voru notaðar í lækningaskyni og þetta er bara ein af þeim plöntum. En einmitt, þetta eru svo margir angar á þessari umræðu, en fyrsta skrefið sem þeir eru kannski, eins og þú sagðir áðan, fyrsta skrefið er kannski bara svona þetta mannúðar, getum við komið í þannig fyrir að fólk sem þarf á þess að halda heilsu sinnar vegna,
geti gert það í friði og geti jafnvel gert það undir eftirliti og svo framvegis. Já, akkurat. Ég meina eins og ég segi eins og þú, þegar ég byrja að fá þessi einkenni af þessum taugasjúkdómum segi með, þá byrja að prófa alls konar þunglyndislyf og kvíðalyf og svoleiðis til þess að athuga hvort þetta sé eitthvað, hvort að það geti hjálpað og mér leið svo ömulega á þessum lyfjum að ég var yfirleitt búin að hætta innan við 3 daga af því að, og svo hef maður sambandið læknum og segir, ég er bara hálfur maður, ég nærvalla heilri hugsun. Það bara, já, þetta tekur 3 vikur að venjast. Þannig að mér á að líða ömulega í 3 vikur. Ég ætlaði einmitt að segja, þakkaði fyrir að þú verið hægt á þess eftir 3 daga, vegna þess að ég þraukaði í gegnum tímabilið og meðan þetta á að vera kikk inn í kerfið. Já, einmitt. Og það sannarlega gerir það. Já. Skilur, eftir 2-3 vikur þetta ekki jafn ömulegar aukaverkanir. Já. Og kannski þeir fara að líða, en þá ertu aftur í þessu stöðu, þetta 3 vikur, það alveg langur tími. Já. Var ég kannski líka búin að vera að fara í fleiri fjallgöngur, mér kannski líka líða betur út af því, skilur. Það stendur á umbúðunum, gæti byrjað að virka eftir 2 daga eða 5 vikur. Já, akkurat. Og þá sem að talað bara eitthvað svona hríðskotabyssu aðgerð. Já. Við ætlum bara að setja í eitthvað pillu og við bara vonum að þeir líði betur eftir 5 vikur. Akkurat, talaði með eftir 5 vikur. Og þá aftur, þú veist, aftur, hjá mér bara, að því ég ekki einhver hippajóki sem á móti öllum lyfjum eða eitthvað svoleiðis, bara alls ekki. Ég bara fyrir því, ef það eitthvað sem getur hjálpa fólki að líða betur, þá það æðislegt. Og ef það væri til á markaðnum lyf sem sannarlega myndi bara vera frábært við kvíða og þunglyndi og það myndi vera með mjög litlar aukaverkanir, þá væri ég bara sölumaður fyrir það, sko. Akkurat. En það bara ekki þannig. Nei. Ég fór sjálfur í gegnum áraraðir á því að vera að taka þessi SSRI-lyf og eins og þú segir, bara það ótrúlega mikið af fólki að núti sem búið að vera að taka SSRI-lyf í mörg ár og því líður beinleis bara ekkert betur. Nema nú það líka með aukaverkanir að lyfjum. Akkurat, nákvæmlega. Þetta ótrúlegt, sko. Hvernig, já, því á endanum það the proof is in the pudding, sko, að ef eitthvað eins og þú ert sölumaður fyrir þetta af því þetta gerði svo gott fyrir dóttur þín og þig. Ég meina, annars væri ekkert að agitera fyrir þessu. Nákvæmlega, og það svona auðvitað sko, hvar allt fólkið sem ætti þó að vera frábærir sölumenn? Við erum með 60-70.000 Íslendinga að taka kvíða- og þunglyndislyf. Já, akkurat. Við myndum, Facebook væri uppfullt af frábærum sögum að þessu ef að fólk væri bara shit, þetta gjörbreytti lífinu. Já, ég meina að sjálfsögðu hjálpar þetta fólki klárlega getur gert það en ekki öllum en viltu vera á einhverju lífi þar sem eftir ræfunar? Viltu ekki frekar reyna einhverja náttúrulega leið til þess að koma þér út úr ástandinu? Þú veist, kannski ekki hægt en viltu ekki prófa það fyrst? Viltu ekki prófa náttúrulega leiðina? Og náttúrulega leiðin er hampur. Það náttúrulega leið sem algjörlega skaðlaus. Þannig að okkur prófið það ekki fyrst og okkur prófið ekki, ég meina fyrir utan það að það náttúrulega eiginlega litið niður á grasalækna, það bara eins og það sé eitthvað kukl, en þú veist, það fullt af, þú veist, það akkurat bara plantan, það verið að vinna með plantuna eins og við gerðum í gamla daga. Já, maður fær alveg nýja sína á þetta þegar maður fer til Indlands eða Sri Lanka og hittir Ayurveda-lækna. Já. Sem eru bara hámenntaðir og sko þeir eru síðan með bara hörbal lausnir yfirleitt, bara taka ykkur, og svo ætla maður eitthvað að fara svona að tala við þá eins og þeir séu ykkur svona kuklara, sko. Segja, herðin, ég nú líka með hennar mína leið, þeir segja bara, ég læknir, sko. Já, akkurat. Þetta og þú fattar bara að í raun og veru fyrir vestrænar lækningar þá, þú veist, þetta í raun og veru miklu eldri hefð, sko. Algjörlega. Og tilhneiðingin mann sér einhvern veginn að gera lítið úr þessu öllu, þannig að maður skilirtur. Já. Af því að það svo eðlilegt fyrir okkur að taka pillur. Það bara eðlilegt. Það bara eins og það eðlilegt að drekka alkohól, sem bara einhver hreinsuvökvi. En þessum líka svo mikilvægt, sko, einmitt, að án þess að sé verið að reyna að selja einhverja töfralausnir fyrir fólk, en þessum svo mikilvægt eins og bara Tóti, Þórarinn Ævars, vinnur okkar, hvernig hann kom og talaði psychedelics og sagði bara, þú veist, þetta bjargaði lífi mínu og hann núna dálítið í þessu líka í hampinum og kannabisunu að bara tala fyrir því og svo mikilvægt að sé allavega herðu, þú veist, hér ég allavega að segja frá minni reynslu og þið ráðið síðan hvað ég gerir við það, sko. Já, það eru þúsundir Íslendinga að nota hamp
einhverju formi, en það ekkert verið að tala svo mikið það, af því að þetta svo mikið stigma, ennþá, þó að þessu búið að minnka alveg töluvert mikið, og það náttúrulega minnkar vegna þess að fólk að þekkir eitthvað sem hefur prófað eða hefur prófað sjálft, og fattar þá að þetta ekkert þetta hættulega sem búið að gefa þetta út fyrir að vera. Og heldur þetta bara eins og náttúrulegt eins og þú getur fundið það. Og ástæðan fyrir því, þú veist, eins og bara dæmið, þú tekur pillu, og það alltaf að tala helmingunartíma af lyfjum. Að það svo tími sem að helmingunar lyfinu skólast út á líkamanum. Og það yfirleitt mjög stuttu tími. Bara eins og til dæmis við, bara segjum bara ópíóða, það bara getur verið bara einhverja mínútur, sko, innan við klukktími. En með kannabis, að því að líkaminn að henda þessu út úr sér, að þetta eitur fyrir hann. En með kannabis þá heldur líkaminn í efnið, eins lengi eins og hann getur, 9 til 11 daga. Það ekkert lyf sem í líkamannum í 9 til 11 daga, af því að líkamannum löngu búin að losa sig við það. Ég ætlaði að segja að ég ekki neikvætt, eða ég ætlaði að fara svona challenge á þess að segja, getur ekki verið neikvætt að helmingunartíminn sé svona langur, en svo hugsaði ég leið og ég kláði það þá hugsun, sko líkamsgreindin okkar, sko líkaminn okkar það fullkominn, og líkamsgreindin það mikil. Líkaminn mjög fljótur í að vita hvað hann vill setja í forgangi að losa sig við. Algjörlega, það akkurat máli. Og alkohól, sko, ef ég að segja rétt frá, þá held ég hreint etanól sé nota, sko, að þú fær sýkinga, því sko líkaminn sem sagt setur það í forgang, bara hann verður að losa sig við það, sko. Já, algjörlega. Hann lítur á það sem það mikið eitur, sko. Já, þetta eitur. En það akkurat málið, og það það sem við erum að fara að kenna fólki á þessar ráðstöfnu, að bara skoðið þetta, komiði og hlustið á hvað þessi sérfræðingur að fara að segja við ykkur og læriði hvað alla notkuna möguleikana á þessari plöntu sem eru bara endalausir, sko. Og fyrir utan, sko, tækifærin sem að við Íslandingar höfum til þess að bara að nýta okkar þessa plöntu bara til framleiðslu, til útflutnings, til eigin notkunar, það endalaust tækifæri í þessu. Danir, ég búin að segja þetta 100 sinnum, ég segi þetta einu sinni enn, Danir byrjuðu 2018 með tilraunaverkefni að rækta lyfjahamp. Það verkefni búið að stækka svo gríðarlega mikið, það eru yfir held ég 20 ræktanir, það sem þetta rækta bara inni í húsum í Danmörku, þar sem að þeir rækta lyfjahamp til útflutnings. Þeir vinna hann ekki sjálfur, heldur flytja hann bara út. Og þetta orðið svo stór iðnaður í Danmörku að þetta eitt af topp 5 stærstu útflutningsvöðum Dana. Þannig að þetta getur við svo auðveldlega gert og mun betur. Með grænu orkun okkar, með góða vatnið okkar, með kuldan sem við höfum, sem að við getum nýtt okkur til þess að kæla niður rýmið. Og af hverju erum við ekki að gera þetta? Ég bara spyr, þú veist, þetta milljarða iðnaður sem við erum að missa af því að við viljum frekar flytja inn túristeðna sem að traðka á landinu okkar eða Þeir með alveg vera líka. Já, en þú veist, spurningum að gera þetta kannski skynsamlega, sko. Já, algjörlega. En þarna iðnaður sem við erum bara að missa af. Algjörlega. Af því að við erum með einhverja fordóma, gagnvart plöntu. Hvað sko, ráðstefnan þetta ekki rétt hjá mér þetta sé, hvað, 11. og 12. október, já. Hvað, fyrir þá sem vilja skoða, því að nú viðtalið væntanlega að fara í loftir, sko, nokkrum dögum á undan því. Já. Fyrir þá sem vilja skoða þetta, hvað heitir? Sko, ráðstefna heitir Hampur fyrir framtíðina og hún haldin í Salnum í Kópavogi 11. og 12. október. Það 2 dagar, alveg heili dagar frá 9 til 5 og síðan listasýning þessu tengt sem verður líka í gangi. Það er matur innifælinn í miðanum, þetta í rauninni ótrúlega ódýrt 35.000 krónur fyrir miðan og innifælinn sem matur. Það eru 16 spíkarar, fólk hefur svo tækifæri til að tala við þetta fólk
eftir á eða sem sagt á milli eða þú veist, þau eru komin inn til þess að kenna okkur. Þannig að þú veist, ef það er einhver þarna úti sem vil læra meira, bara mæta og fá að tala við manneskuna bara í þess vegna einrúmi ef að þú vilt ekki að spyrja spurninga inn í salnum og fræðast aðeins þetta því að þetta er svo það er bara svo margt sem að, ég meina, það er að koma hjúkrunarkona frá Slóveníu sem að er að kenna okkur hvernig við getum notað lyfjahamp og CBD líka, bæði fyrir bara börn og upp í fullorðna og aldraða, bara hvernig þetta hefur reynst þeim í gegnum tíðina. Þar eru þau með mér að segja sko samtök hjúkrunarfræðinga í Slóveníu sem að eru samtök sem sagt cannabis af því að þeir eru bara fræðsla og það er það sem við erum að fara að gera, við erum að fara að fræða fólk þessa plöntu og hvað hann getur gert. Geggjað, bara frábært að fá það heimsókn og við hvetjum alla til þess að skella sér. Já, bara endilega, ég hlakka til að sjá fullan sal af fólki. Dásamlegt. Takk fyrir mig.